Ok. Þetta vefforritun og ég heiti Óli og ég útskrifaður hérna frá HÍ árið 2007 með BS í hugbúnaðarverkfræði. Síðan var ég að vinna í framhaldi af því hjá ýmsum fyrirtækjum í VF-bransanum. Var mörg ár hjá fyrirtæki sem sameinaðist í ýmis fyrirtæki og heitir í dag Advania. Byrjaði þar hjá litlu fyrirtæki, rúmlega 10 og sameinaðist svo upp ég var að vinna hjá 600 manna fyrirtæki. Síðan fór ég til svona startup fyrirtæki sem heitir Ós og var þar í tæp 2 ár. Hætti þar núna í maí og fór til fyrirtæki sem heitir Ueno. Hversu margir þekkja eitthvað af þessu? Hafið þið verið að skoða hérna í kringum ykkur? Ég veit að það eru margir nemendur sem fara að vinna hjá Advania og það eru einhverjir hjá Ós og einhverjir hjá Ueno. En já, sem ekki að tala meira sérstaklega mig og það sem ég hef gert, en bara ef þið viljið spyrja einhverju þá það velkomið. En svo svona, þið vitið smá hver ég vonandi eftir að kynast þess betur, en svona áður en við höldum áfram, þá væri gaman að vita hversu mörg ykkar hérna hafa eitthvað brasað í VF. Er einhver skrifað VF eða? Ok, 4, 5, 6 hendur. Ok, en þið vitið svona hvað vefurinn hvað þetta snýst. Þið þekkið HTML, CSS, JavaScript, kannastu við það? Ok, það alltaf það sem okkar helsta viðfangsefni í haust. Þið eru öll, gerir ég ráð fyrir á öðru ári, einhver sem ekki á öðru ári. Ok, og einhver sem ekki í tölvunarfræði. Ok, 2 aðilar. Það hafa alveg verið hérna. Þið ættu að komast ágætlega í gegnum þetta svo lengi sem þið hefur einhvern forritunarbakgrunn. Fyrstu vikurnar eru svona auðveldastar. Við tökum HTML og CSS. Flestir eru alveg nýir í því og þið lendið örugglega öll í jafn miklu vandræðum með það. En síðan þegar við förum yfir í JavaScript og í bakenda þá gerir ég ráð fyrir ákveðnu grunnþekkingu í forritun. Ég ætla ekki að fara út í það hvernig if statements virka eða for-leikir eða eitthvað svoleiðis. Ég gerir bara ráð fyrir að þið kannist við það. Já. Markmið þessa áfanga í raun að þið hafi öll ákveðin grunn í verksmiðju. Þannig að þið vitið hvernig það smíða vef og getið gert það eiginlega alveg frá A til Ö og þá með algjör fókus á þennan framenda. Svo þetta þið kunnið og vitið og getið plummað ykkur mjög vel í HTML, CSS og JavaScript. Það fer náttúrulega allt eftir því hversu dugleg þið eru við að vinna verkefnin. Því að þau eru svona atriði þessa áfanga. Ég blaðra eitthvað hér, en hversu mikið ég græði því veit ég ekki, en þið græði langmest að því að harka í þessu sjálf. Og sum ykkar munu lenda í vandræðum, að þetta getur orðið svolítið hark. En bara reynið eins og þið getið og verið óhrædd við að spyrja mig og spyrja dæmitímakennarana. Ef þið lendið í vandræðum og eru búin að vera lengi að brasa við eitthvað, þá bara tjekkið á einhverjum. Svo verðum við með Facebook-hóp sem að þið getið spurt og það hafa oft verið þannig að nemendur þar hafa verið að hjálpa hverju öðru og gengið ágætlega. En bara ekki vera hrædd við að spyrja. Þið getið alltaf senda mig tölvupóst, ég reyni að svara tímalega. En já, þannig ég mun svona hamra á þessu þegar ég mjög oft, ég kennt í fjóra skipti og ég mjög oft lent í því að bara einhvern tímann mitt námskeið þá fólk svona alveg byrjað að tapa áttum og hefur bara verið að reynda að komast í gegnum þetta sjálft. Ekki vera hrædd við að spyrja. Þegar við erum búin síðan að fara í þennan framenda, þá fyrir við í þennan bakenda sem þá að skrifa eitthvað fyrir ykkur vefþjóna sem eru þá að servera upp vefjónum okkar. Þá erum við að fara að gera, þannig að við getum í raun klárað að gera vef. Við getum búið til einhvern vef og svo getum við sett hann einhvers upp og látið alheiminn njóta hans. Og við munum fara það í Node.js. Hversu mörg ykkar vita hvað Node.js er? Ok, svona, örfáar hræður hérna.
En þið munið líka kynnast því og geta gert svona það helsta sem þarf til þess að koma upp einhverjum vef þar. Og svo munum við sjá svona hvernig þetta virkar allt saman í gegnum HTTP, fara yfir öryggi og eitthvað svona snert aðeins á vefþjónustum, hvernig við getum síðan hvaða heimur opnast þegar við erum búin að læra að búa til vefi, hvað getum við farið að gera skemmtilegt. Og já, verkefnin felast bara í því að smíða vefi, allt frá því að vera bara mjög litlir vefir, upp í það að vera í raun seinustu verkefnin eru bara að skrifa alveg heildstæðan vef. Sérst eitthvað illa hérna á neðstu línuna, gerir ég ráð fyrir. Eða ekki, í eftirströð, sjáu þið eitthvað hérna. Já, sérst ekki vera sérstaklega. Þetta er betra í öskju, það er miklu betra setup. Hæfni viðmið, þið eigið að geta þegar þið hefur lokið þessu þá eigið þið að geta þróað aðgengilega og merkingafræðilega góða vefi með HTML, búið til útlitofana með CSS og kunna skila nýjustu straumum og stefnum í vefhönnun. Ég að reyna að fá hann félaga minn sem hönnuður til að koma og vera hérna með einn fyrirlestur, þar sem við munum svona fara yfir, fá í raun hina hliðina. Þetta oft svona, það eru hönnuðir og svo eru vefarar. Það oft svona skemmtileg dýnamík þar á milli. Hann mun koma og segja ykkur hvað hönnuðirnir hafa alltaf rétt fyrir sér og við forritarnir höfum alltaf rangt fyrir okkur. Og hann vil svona bara gána svona tækifæri til þess að svona ala ykkur upp svona að vissu leyti, því að þetta oft svona, það mjög skemmtilegt að þegar maður fer í fyrsta skipti að útfæra einhverja hönnun frá hönnuði og svo sendir maður hann tilbaka og þá kemur bara, já, ég veit ekki hvað að byrja, þetta er allt ömurlegt. Þó að maður haldi að maður hafi gert allt geðveikt vel. Svo ætlum við að geta skilið og skrifa forrit sem nýta JavaScript til þess að auðga vefi, gera allt þetta flotta og fína sem fólk er að gera í dag, láta vefina hoppa fram og tilbaka og eitthvað svona. Og við ætlum að vita hvernig þetta vinnur saman með bakenda og skrifa bara heildstæð forrit. Og þessi öryggismál, já, þetta er bara þessi hæfniviðmið og markmiðin sem í uglu. Og ég svona held að þetta muni nást ágætlega hjá okkur. En kennsluáætlunin er þannig að núna fyrstu 4 vikurnar ætlum við að fara í HTML og bara nokkuð djúpt í það. Þó svo HTML sé margir vannmeta, þá getur það verið svolítið tricky, sérstaklega þegar það er svona ekki jafn kannski vel skilgreint og við sem forritarar viljum oft að hlutinni séu. Það er að gera hlutina á ýmsa vegu og svo kemur inn í þetta svona aðgengi og svona. Svo ætlum við CSS og við ætlum bara að taka bara grunn CSS sem er svona CSS 2.1, svona bara grunnurinn að þessu, hvernig tökum við eitthvað útlit og setjum við upp hérna með CSS. Og svo ætlum við að taka responsive webdesign. Hversu mörg ykkar vita hvað responsive webdesign er? Ok, hversu mörg ykkar hafa opnað einhverja síðu í símanum sínum og hún er ömurleg? Ok, þá vitið þið hvað responsive webdesign. Það er að gera vefi sem eru ekki ömurlegir þegar þið opnaðu símanum ykkar. Og við ætlum að læra það og svo svona kryddum við þetta með smá svona sögu og straumum og stefnum í vefmálum. Og ég er sérstakur áhugamaður sögu vefsins og svona, það er gaman að hafa, að ég hef alveg stutt við þetta og séð ýmislegt gerast og til þess að vita hvar við erum er gott, af hverju við erum hér, er gott að vita forsöguna. Því að það er margt mjög skrítið í vefmálum og það eru ástæður fyrir því flestu, þó það séu kannski ekki góðar. Já, og svo vefhönnun. Svo munum við taka 3-4 vikur í JavaScript, þar sem við munum bara fara yfir forritunarmálið. DOM-ið, sem er í raun það tré sem að verða til þegar við búum til eitthvað vef með HTML, þá verður til svona tré sem heitir DOM, Document Object Model, og hvernig við getum átt við það til að búa til vefi þar sem við erum að fjarlægja einhverjar greinar eða bæta við og láta allt saman vera svona skemmtilegt og lifandi. Ýmis forritasöfn sem við getum notað til þess að einfalda okkur lífið og progressive enhancement sem er svona ákveðin hugmyndafræði við það þegar við notum JavaScript. Við erum aðeins snerta á jQuery og ES6 eða oft kallar líka ES 2015 sem er nýjasta útfærslan af JavaScript sem er ekki alveg að öllu stutt í öllum vefrum og þess að það, en við munum skoða svona hvernig við getum notað það í dag og hvaða bætir við í raun
forritunarmálið sem svona stutt í öllum öfrum. Svo munum við fara yfir svona animation-mál og performance, hvernig skrifa vefi sem ekki alveg rústa batterílífinu hjá þeim sem opna hann. Og tæki og tól tengt þessu, eins og developer tools sem svona forritunar umhverfi inn í Chrome, kannski snertum við hans á Firebug sem álíka fyrir Firefox. Og svo munum við skoða NPM sem svona pakkakerfi og þetta allt rosalega mikið af einhverjum orðum en þetta allt eftir að make a sense, ég lofa. Og þar munum við ná í ýmsa svona pakka sem ennþá halda áfram að hjálpa okkur við það að búa til vefi. Síðan skellum við okkur yfir í HTTP og Node.js. Þetta svona seinasti þriðjungurinn á námskeiðinu verður þetta. Setja upp Node.js, hvernig við setjum það upp á vélum hjá okkur, hvernig við munum koma því einhvern annan á einhvern vefþjón, keyra það þar. Express sem svona framework til þess að búa til vefi í Node.js. Þar svo öryggi, hvernig við skrifum svona vefi sem ekki alveg svona allavega vitum af hættum og því sem við getum gert þess að gera vefi að minnst kosti öruggari. Síðan í lokin bara einhver buffer þarna og upprifin. Þannig að sjáum hvernig við Þetta svona áætlun og áætlanir eru yfirleitt þannig að þær klikka einhvern veginn. En þið getið allavega horft til þessa svona sem vita sirka hvað framundan. Til lagi, einhverja spurningar varðandi þetta? Þetta svona í raun það sem framundan og það síðan næst bara praktísk mál svona aðeins. Samskipti, ég ætla að setja allt efni sem að ég get inn á heimasíðu og hún bara hýst hjá RHI hérna. Við erum ekki alveg með kontrastinn á þessum glærum. Skoða það aðeins. En þar í raun, ég setja þetta upp bara eins og þið munið í raun setja upp á ykkar heimasvæði fyrir fyrstu verkefnin. Þá munið þið gera ykkar dót aðgengilegt þarna. Ég gerir mitt dót aðgengilegt bara á mínu heimasvæði. Og svo Facebook-hópur fyrir þau eitthvað sem vilja. Það mun ekkert vera eitthvað exclusive efni sett þar inn, nema kannski einhverjar umræður og einhverjar linka sem að ég finnst ekkert vera ekkert mikilvægir en áhugaverðir og þið getið síðan aftur átt í samskiptum við dæmitímakennara, við mig, við samnemendur ykkar og það mjög gott að til dæmis kvöldið áður en það eru skil, þá allir að byrja verkefnum og einhverju lendi í vandræðum og þá kannski einhverjir sem voru það sér að byrja daginn áður. Nei, þið byrjuð öll daginn sem þetta sett fyrir. Þá getið þið hjálpast að og já, það rosalega gott. Spyrja. Þið ekki eini í þessu. Við öll saman. Yay. Eldri áfangar. Já, þetta í 4. skipti og árið 2014 gerði ég allt efni aðgengilegt og byrjaði síðan miðbik annar að streyma fyrirlestrum. Þannig að þar allt efnið og síðan eitthvað af fyrirlestrum. Í fyrra þá setti ég allt efnið og allir fyrirlestrar voru streymt. Þannig að þið getið í raun og verið farið og horft á allt námsefnið. Það kannski, ég veit það ekki, 75–80% það sama og núna í ár. En ég alltaf að bæta þetta og þannig að ef þið viljið þá getið þið farið að skoða. Þið getið séð verkefninu verða keimlík, efnið verður keimlíkt og þið sjáuð röðunin verður keimlík. Þannig að þið getið aðeins farið á undan ef þið viljið, en ég mun í raun farið gegnum þetta allt bara hér líka. Fyrirlestrar, ég alltaf að prófa eitthvað nýtt og í ár ætla ég að reyna að taka þetta efni sem ég búinn að vera að safna að mér seinustu 3 ár og búa til einhvers konar kennslubók sem já, ég veit ekki alveg hvernig verður, en ég að verða búinn að skrifa einn kafla í henni sem þá fyrir fyrsta partin af þessu og í einhverju beta eða jafnvel alfa útgáfu, pre-release eitthvað. Og ég mun í raun senda á einhver bara link þar sem ég geti séð þetta, þannig að það í raun þá eitthvað lestrarefni. Það voru oft vantað að þetta bara fyrirlestrar með sundurslitnum punktum og vantar í kringum þetta eitthvað heildstæða mynd, þannig að ég reyna að búa til þessa mynd. Ég veit ekkert hvernig það mun ganga,
af því að ég held að það væri bara, hey, það ekkert mál að setjast niður og skrifa eitthvað svona í kringum þetta. Og svo það ógeðslega mikil vinna, ógeðslega mikil vesen. Þannig að ég ætla að reyna eins og ég get. Og ekki bara það, heldur eftir að hafa verið að streyma þessu í fyrra, þá komst ég að því að ég hefði alveg getað setið bara heima hjá mér á nærbuksunum og tekið upp fyrirlestrana og þið horft á það í nærbuksunum heima hjá ykkur. Og svo hefði getað mætt í fyrirlestra og ég hefði ekki bara staðið hér eitthvað svona predika yfir ykkur og þið öll þögul. Þannig að ég ætla líka að prófa það, að einhver leyti að taka bara upp, senda á ykkur, þið getið hort á og svo mætum við tíma og þá förum við meira í dæmi, pælingar saman og svona umræður. Því að það alltaf gaman að tala saman. Er það ekki? Jú! Og ég mun reyna að nota svona taktík að spyrja ykkur spurninga og svo bara býð ég. Þannig að myndast vandræðaleg þögn. Það virkar yfirleitt. En já, þannig að vonandi getum við náð einhverju skemmtilegu. Ég veit ekkert hvernig það mun ganga, en allavega í fyrra var það þannig að það var bara ákveðin hópur af nemendur sem mættu og það var svona ágætis umræður okkar á milli og svo kom ég í lokapróf og sá svona 50% af nemendum mínum í fyrsta skipti. Sem var svolítið svona, það var ekkert sérstaklega skemmtilegt og mér langar alveg til þess að sé meiri svona samskipti okkar á milli. Af því að ég veit alveg þegar ég var í skóla, hérna í HÍ, sko, þá var ég alltaf gaurinn sem settist bara aftast, tók bara glósur, fór svo bara heim og mætti svo í lokaprófi og var ekkert að interakta við kennara. Svo byrjaði ég að kenna og þá komst að hvað það er ógeðslega boring nemendur, þessi nemendur sem ég var. Það ég er ekkert eitthvað að dæma ykkur, en það er miklu skemmtilegra ef við tölum svolítið saman og ég kynnist ykkur aðeins. Af því að það er aldrei að vita nema það getur orðið eitthvað brilljant út úr því. En, já, og eins og ég sagði þaðan, ég ætla að streyma og gera allt aðgengilegt eins og hægt er. Ef ég mæti og ég er ekki með neitt net, þá get ég augljóslega ekki, en ég geri mitt besta. Þannig að þið getið svona 80–90% treyst á það að allt sem ég mun fara yfir mun vera aðgengilegt. Og ég ætla að byrja þessu í næstu viku. Ok, svo eru dæmitímar. Það eru 3 slott sem búið að finna kennara í. Jakob Jónsson verður á mánudögum, ásamt honum Kristófer í Másinni og á föstudögum verður hann Ervin Suldravski seinnipartinn og svo er 1 slott í viðbót en ég ætlaði að taka það en ég næ ekki að kenna dæmitíma í vetur þannig að ég ætla að taka pásu frá því sem verður mjög kærkomið af því að það er rosalega mikil vinna að fara í verkefnum frá okkur. Bara það er, já. Og við ætlum að sjá til bara út frá því hvað eru mörg sem að vera svona búin að stabiliserast í hvað eru margir í námskeiðinu, hvort það verið bætt við 4. kennara, en það er verið að leita að honum. Já, og svo set ég skiptingu í dæmitíma núna í vikunni á Uglu, þannig að þið getið séð í raun í hvað hópið eruð. Síðan mæting, ég ætla ekkert, engin krafa á að þið mætið eitt né neitt og þið getið í raun og veru, og það hafa nokkru nemendur bara tekið hennan áfanga í bara í fjarnámi, gott sem. Það fyrra voru 2 nemendur sem byggu erlendis og tóku áfangan, tóku svo bara lokaprófið á eitthvað í sendiráðinu og eitthvað, það var ekkert mál. Allavega ekki fyrir mig, ég veit ekki hvort það var verið hellir en vesen fyrir þau, en þannig að það er alveg hægt, þó að áfangi sé ekki þannig sem skráðu sem fjarnámsáfangi. En þið eru fullorðin og þið eru klár og þið eru í háskóla, þannig að ég treysti ykkur til að gera ykkar og ég geri mitt. En til þess að halda í raun einhverju svona jafnvægi í dæmatímanum, þá mun vera skipt jafnt í alla hópa og ef að þið viljið skipta hóp, þá þurfið þið að finna einhvern annan til þess að skipta við, þannig að sé eitthvað balans í þessu. Þannig að ég kem bara með eitthvað upplag, þið viljið vera í einhverjum öðrum hóp, þið finnið einhvern til að skipta við og svo látið mig vita nemandi X ætla að skipta við nemandi Y í þessum hópum hér. Þá mun ég skipta og svo eftir næstu viku þá verður þetta bara eins og er. En það er samt, það var allavega lagi hjá mér, ég gerir ráð fyrir þessi lagi fyrir hina dæmatímakennarana að mæta í raun í dæmatíma hjá öðrum kennara og fá að sitja og fá einhverja hjálp en skila síðan til síns kennara.
Og svo að lokum verkefni, það munu vera 6 svona minni verkefni sem eru samt ekkert það lítil. Þar sem að 5 bestu munu gilda 30% af lokaengun og þau eru stigvaxandi flókin, þannig að ég mæli sérstaklega með því að þið skilið og klárið fyrsta verkefni og ég ætla að setja þau bara fyrir á Uglu, ég sendi bara tilkynningu í Uglu það að verkefni sé komið inn og svo eru skil 2 vikur seinna og á laugardegi, þannig að þá ætti það að ná alltaf 2 dæmatímum áður en að skilin eiga sér stað. Þannig að þið fáið það kannski sett fyrir á þriðjudegi, þið farið dæmatímum á föstudegi og svo þannast á föstudegi og svo skil daginn eftir. Þannig að það er alveg svona rúmur tími til þess að vinna verkefnin. Og verkefni 1 mun ég setja fyrir bara núna í einhvern tímann bara á næstu dögum og ég verða búin að setja fyrir verkefni 2 áður en að skilin á því eru. Þannig að þetta þannig að þetta náist að þessi verkefni séu búin eða svona þau verða næstu búin þegar við fáum síðan lokaverkefni sem lagt fyrir í byrjun nóvember og það gildir 30%. Og það munir bara vera að taka saman allt það sem búið að vera úr þessum minniverkefnum og þið farið að gera eitthvað ykkar. Og það hefur verið öll árin sem ég hef kennt þetta og það hefur bara gengið mjög vel, hefur þetta verið mjög frjálslegt. Þið getið tekið eitthvað af þessum minniverkefnum og haldið áfram með þau eða þið getið tekið algjörlega ykkar eigin hugmynd og unnið hana áfram og bara svo lengi sem þið tekkið í nokkuð box þá er það bara gilt verkefni. Fyrstu litlu verkefnin eru einstaklingsverkefni, lokaverkefnið má vera alltaf 3 í hóp. Ef það er eitthvað sérstakt, það megi vera fleiri, en þá munir kröfurnar líka aukast exponentially. Það má líka vera 1. Má vera 1. Ég mæli sem með að vera í hóp, það er bara gott að vera í hóp og það er gott að vinna í hóp og gott að læra sérstaklega í svona forritunarverkefnum sem eru aðeins stærri að skipuleggja sig af því að það er ótrúlega stór partur bara af því að vinna bara þegar ég farið að vinna, það er bara ekki vanmetið það. En og það hefur alveg verið, það er allavega 2 verkefni sem ég veit að hafa orðið eitthvað meira. Það er hvað er í bio.is, það var unnið sem minnaverkefni í fyrsta ári sem ég kenndi þetta og strákur sem gerði það verkefni sem heitir Hugi, hann tók áfram og gerði hvað er í bio.is sem er mjög góður veður, góður þegar maður er að fara í bio. Og síðan var lokaverkefni fyrra sem hét þá eitthvað hringborðið eða eitthvað sem hann Ervin sem er dæmitímakennari er með ásamt öðrum nemendum og er í dag, eða var sett í sumar í Startup Reykjavík sem Noted held ég að heiti, sem var bara í raun áframhald á þessu sem þið voru að brasa í lokaverkefni. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Þannig að þið getið byrjað bara núna, ykkur hefur dreymt það að búa til næsta frábæra vefinn, að skipuleggja ykkur og vinna í því og getið sem svona hagað verkefnavinnun ykkar í samræmi við það. Því þá í raun er þið bara létta undir ykkur og ef þið vinnið öll þessi verkefni og gerir þetta svona, þá ætti lokaverkefni bara að vera frekar mikið svo púsla einhverju saman sem þið eigið þegar til í staðan fyrir að vera að byrja á einhverju alveg nýju. Þannig að þið munu græða á því. Og síðan höfum við lokapróf, það mun gilda 40%, það var svoleiðis í fyrra líka, áður var það 50-50, en núna er þið hafið meiri möguleika á því að ná stærri part af einhverjunni með því bara að vinna vinnuna. Af því að lokaprófið er náttúrulega svolítið svona, getur gengið vel og gengið illa. En það mun líklegast halda svipaðri uppbyggingu og í fyrra. Það sem það eru einhverjar krossaspurningar, það eru einhverjar forritunarspurningar og það eru einhverjar ritgerðarspurningar. Og svo að lokum, þá er lokaeinkunnin mun samanstanda af 60% verkefnahlutanum, 40% lokaprófi, en það verður að ná báðu. Þið getið ekki skilað einu verkefni og náð síðan 10 lokaprófinu, þá munið þið falla. Þið verðið að ná 5 í verkefnahlutanum. Það voru þó nokkru sem mættu í fyrra eftir að hafa skilað bara einu verkefni. Það er ótrúlega leiðilegt, gengur vel að prófi, þið bara skilið engu, þá munið þið ekki ná. Þannig að þið verðið að ná báðum hlutunum. Og þá eru nóg teknilega að skila bara lokaverkefni upp á 10. Og mæta svo í prófið og fá 5, þá náðu þið. Þannig að ég mæli ekki með þið, en það er svona
svona algjörlega last chance ef þið alveg eru ekkert að fylgjast með og það bara shit, nóvember, klára lokapróf, geðið vel, mæti í prófi. En ok, þetta er þessi kynning á áfanganum. Eru einhverjar spurningar varðandi þetta? Hvernig verður prófið? Það verður 30% krossar, 40% forritunarspurningar og 30% ritgerðarspurningar. Og ritgerðarspurningarnar verða þess að 4 og 3 bestu gilda. Þannig hefur það verið síðustu ár og það bara hefur virkað vel. Og lokaprófin hafa ekki verið erfið. Í raun, þetta er svona bara krossarnir sem að draga fólk niður og það að svara ekki forritunarspurningum. En bara svo lengi sem þið fylgist með og þá er þetta ekkert flókið. Þetta er aðalega bara að vinna. Sérstaklega CSS. Það er, að læra CSS í raun bara að lemja hausnum við stein í 2 vikur. Og svo kemur það, Þá er það ekkert svakalega mikið mál. En þetta meikar ekkert sens þegar maður byrjar. Svo er þetta bara grit, bara power through. Eitthvað annað? Ok, þá bara seinasta praktíska málið það er engin fyrirlestur á föstudaginn og það eru engin dæmatímar í vikunni en svo bara samkvæmt stundaskrá frá og með mánudeginum. Þannig að það eru dæmatímar á mánudeginum í hádeginu og það eru fyrirlestrar bæði á mánudag og föstudag. Og við munum halda því nema eitthvað koma upp á og þá mun ég láta ykkur vita eins tímalega og ég get. Já, síðan er ég með bara núna smá pásu og síðan eftir það ætla ég að fara bara yfir efni og svona aðeins að byrja. Það verður bara svona léttur inngangur og svo áður en við kikkum þessu almennilega á stað í næstu viku. Þannig að tökum 10 mínútur og hittumst aftur 20 mínútur í 4.